dag ætlum við að nýta flugu sem er úr smiðju Gylfa Kristjánssonar en hann er þekktur fyrir margar frábærar silungaflugur og laxaflugur líka og hannaði meðal annars krókinn og míslu sem hafa gefið góða veiði í gegnum tíðina. Þessi fluga heitir Beikir og svona fluga sem ég er alltaf með í boxinu mínu og svona, hvað ég að segja, ég oftast tekið krókinn fram yfir hana en Beikir hefur bjargað mörgum túrum, það er engin spurning og ég er mjög minnistætt þegar ég var við veiðar upp á Arnarvatnsheiði og við vorum svo lánsamir að setja í fallegan urriða og þegar við kíktum á magainnihaldið í urriðanum þá var þarna vorfluguhylki sem var alveg nákvæmlega eins og Beikir og það bara leið og það kom út úr maganum á fisknum þá var það alveg ljóst hvað hann hefði verið að borða og hvaða fluga myndi virka í það verkefni. Nú krókurinn sem við erum að nota er frá Arex, heitir F2V541 og er agnhaldslaus. Við erum að nota koparkúlu, brass, ekki tungsten í þetta skipti. Það má þyngja þessa flugu betur með tungstenhaus eða blývafningum hérna fyrir aftan hausinn. Þessi kúla er 3,2 mm. Við byrjum á svörtum þræði og byrjum á að hnýta niður glóbrett númer 9. Þetta er gult og er, hvað ég að segja, bregst við sólarljósið þannig að það lýsist upp. Sumir segja að það svínvirki þegar það kemur að því að hnýta flugur, en aðrir eru ekki að sama máli. En hvað það? Við hnýtum niður glóbrettið. Við erum með það vel aftur. Þetta er eina af þessum flugum sem notast við vínilribb og í þessa flugu ætlum við að nota Magic Glass. Þetta er ólífugrænt og ég hef ekki komist yfir upprunalegu uppskriftina hans Gylfa og það má hver sem leiðrétta mig ef ég er að nota vitlaust efni. En ég klippi smá bút af Magic Glass vínilribbi og hnýti það niður alveg við kúluna. Það má líka hnýta það niður hérna eins og ég gerir með krókinn en mér finnst eins og búkurinn á þessari flugu megi að vera svolítið sver þannig að það var ágætt að nota vínilribbið til þess að hjálpa til við það. Hnýtum það niður blátt og glóbrettið. Ég er með svartan hnýtingaþráð eins og glöggir sjá. Hann er 8.0 en hann er sem sagt ekki ofinn og getur því lagst flatur og ef maður tekur snúninginn á honum með því að snúa kefliseldunni þá nær maður að gera ansi fallega vafninga. Mér finnst ágætt að byggja undir vínilribbið með þræðinum og gerir gjarnan búkinn örlítið breiðari miðja vegu, cirka. Þannig að hann breikkar frá aftasta hluta og upp að miðju og grennir síðan þegar framar kemur. Þetta er svona eitt af þessum smáatriðum að skipta eflaust ekki nokkru einasta máli. En skiptir mig máli og gefur mér aukna trú á flugunni. Og það er oft sagt að maður veiði á þær flugur sem maður hefur trú á og það er mikill sannleikur fólginn í því.
og við færum þráðinn alveg fram svona þegar við erum ánað með það. Þá byrjum við að vefja vínilrifið. Þetta efni teygist ágætlega og það er ágætt að teygja svolítið vel að því hérna aftast. Slaka síðan örlítið á því þegar framar kemur. Festum við niður rifið. Klippum afganginn frá. Svona, þetta er þokkalega snyrtilegt. Nú, glóbrettið sem við erum að nota, þetta er í rauninni floss og floss er svona eins og hnýtingaþráðurinn sem ég er að nota, það er ekki ofið og ef snúningurinn er tekinn af því þá vill það, trosna og ekki alveg láta það stjórn, þannig að mér finnst ágætt að taka einhvers konar verkfæri, í þessu tilfelli fjaðurklemmu og klípa henni hérna á þráðinn, láta hana síðan hanga niður og snúa upp á þráðinn. Þá leggst hann aðeins betur en við ætlum að vefja þessu glóbretti á milli vafningana á vínilrifinu. Það sé lykilatriði að hitta akkurat á milli allra er ég ekki viss en við reynum að gera þetta eins vel og við getum. Svo hnýtum við niður flósið, eða glóbrett númer 9. Klippum það frá og gerum endanótinn. Nú, næsta skref í þessari flugu finnst mér, eða mér finnst það ekkert, er að lakka yfir búkinn. Og í það notum við bara venjulegt flugulakk frá Vineyard. Setjum nálina onni eða pensilinn eða hvað sem fólk er að vinna með. Og lökkum duglega yfir búkinn. Þetta tryggir að glóbrettið fer ekki neitt. Það kemur svona skemmtileg áferð á búkinn. Svona. Nú þá er að leyfa þessari flugu, eða búknum, að þorna áður en að lengra er haldið. Og ég vil svo skemmtilega til að ég var tilbúin með eina slíka sem var orðin þurr. Svona. Ég skipti þráð vegna þess að kraginn á þessari flugu er grár og ég finnst mér koma betur út að nota gráan þráð í loka hnykkinn á flugunni. Má sjálfsögðu halda áfram með svarta, skiptir sennilega engu máli. En eins og ég segi, svona kýs ég að gera þetta. Og festum við þráðinn niður.
Næsta efni sem við setjum í þessa flugu er svört hæna. Þarna er ég ekki viss að ég sé að nota rétt efni, en í þeim tilfelli sem ég hef notað beikir hefur mér sýnst vera svört hæna í skegginu. En eins og ég segi, leiðrétti mig hver sem vill. Það sem ég geri að ég tek loðnu fjarnar alveg af fjöðrunni og tek síðan gott knippi af fönum. Reyna að ná knippinu þokkalega saman. Það sem er svolítið öðruvísi við þessa flugu og svona ekki kannski beint stingum mann í augun, en maður tekur strax eftir því er að skeggið er óvenju langt og nær kjarnan alveg aftur fyrir bugðuna á króknum. Og það svona rímar aðeins við krókinn sem að Gylfi hannaði líka, en skottið á honum fesanteilskottið er einmitt dálítið langt og svona lengra heldur en maður hefur mátt venjast. En hvað það? Við nýtum hænuna inn og við erum ekki að velta okkur upp í því hvort að skottið sé akkurat undir flugunni. Það má alveg vera aðeins til hliðar og það finnst mér ein snilldin við þessa flugu og þessa hnýtingu og þessa hönnun hjá honum Gylfa Kristjánsinni, að auðvitað skiptir ekki nokkur einasta máli hvort að þetta sé akkurat undir eða ekki. Fisknum er alveg örugglega sama. Þá er skeggið komið á og við endum á kraganum sem er hjá mér að minnsta kosti úr íkorna, gráum náttúrulegum íkorna. Það má alveg örugglega nota héra eða pókarottu eða í rauninni hvað sem er við hendina. Setjum svolítið netta núðlu á þráðinn. Þegar ég enda flugu á því að döbba, þá finnst mér best að setja lakkið á þráðinn. Tekið smá dropa á nálina og strýkja henni eftir þræðinum. 2-3 vafningar og svo hnúturinn. Beikir eftir Gylfa Kristjánsson, tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.